Takk fyrir. Ég er alltaf svo miklu flandri þegar ég er að tala, ég get ekki staðið kjur. Þannig ég ákvað að prófa að vera svona tæknivænn. Komið sæl og takk fyrir að koma og hlusta á mig. Sem sagt, sá hluti Hofstaðarannsóknirnar sem ég ætla að tala í dag í rauninni það sem ég að vinna í núna. Og eins og gjarnan vill verða þá rannsóknin ekki komin eins langt á veg og ég var að vonast til. Þannig að ég á þeim tímapunkti að ég eiginlega búin að finna bara nýjar spurningar og fá svör. Þannig að ef að ég hljóma svona pínu, eins og ég sé eitthvað pínu rugluð og veit ekki alveg hvað í gangi, þá það því að ég pínu rugluð og veit ekki alveg hvað í gangi. En sem sagt, það sem ég ætla að tala í dag aðalega mín vinna sem úrvinnslan fyrir loka útgáfu á uppgröftunum á Hofstöðum. En ég ætla líka aðeins að minnast á verkefni sem aðrir hafa unnið og þá sérstaklega Liz Jeffries og Cecilia Collins sem eru unnu námsritgerðir nýttu þar meðal annars börnin frá Hofstöðum. Við byrjum bara að staðsetja okkur. Það þarf líklegast ekki mikið að kynna Hofstaðarannsóknina hér. En uppgröftunum á kirkjugarðinum sem liggur þarna utan í gamla bæjarhólnum lauk 2015. Og ég núna að vinna á rannýstyrk úr niðurstöðunum úr þeim uppgröfti. Rannsóknin sem í rauninni heildstæð rannsókn á öllum garðinum. Þið séu það vantar þessi hringlaga garður eins og þessi elstu kirkjugarðin gjarnan. Það vantar þarna pínu part sem liggur undir gamlu bæjarhúsin. En af svona jarðsjómælingum þá erum við nokkuð vissum að það engar grafir á þessum litla bletti sem vantar. Þetta svona með stærri görðum frá þessum tíma, hann 25 metrar í þvermál. Þarna voru leifar af minnstakosti 2, hugsanlega 3 kirkjum. Svo sem sýnt þarna svona ljósgrá í miðjunni best varðveitta kirkjan. Það var þarna eldri kirkja sem var aðeins stærri og fyllt í raun út í þessa eyðu sem hérna. Og þarna voru 169 grafir sem við grófum upp og úr þeim erum við með 166 beinagrindur. Litaskiptingin þarna eins og við sjáum þá voru konurnar þarna rauðar, kallarnir bláir og börnin græn. Kirkjugarðurinn svona tímasettur frá seinni hluta 10. aldar og fram á þá 13. Þetta byggir aðallega á gjóskulögum. Þið sjáið hérna gjóskuna úr Veiðivötnum sem þarna 6 cm þykk undir kirkjugarðsveggnum. Annars staðar þar sem hún á yfirborði nær hún valla sentimetri þykkt. Þannig að veggurinn hlaðin bara mjög fljótlega eftir að gjóskan fellur. Og svo gjóska frá 1300 sem lokar öllu, þannig að hægt að grafa trúlega vel fyrir hann. Við erum líka með C14 mælingar úr gólflögum elstu kirkjuna sem styðja að þarna byrjað að grafa mjög snemma. Varðveislan á beinunum í garðinum misjöfn en að mestu leyti mjög góð. Þannig að hér sjáðu dæmi annars vegar nýbura efri myndin og svo svona 13 ára ungling þarna neðri myndin. Ef við drífum okkur strax í línuritin, þá þetta dreifingin á annars vegar kyngreininginni, ég ekki alveg búin að greina allt, þannig að það nokkrir þarna sem ég eftir að skoða. En skiptingin sú að af þessum 166 eru 72 fullorðnir og 94 börn. Þannig að stærsti hluti beinagrindina á kirkjugarðinum eru börn. Áður en við förum að tala meira, þá kannski allt í lagi að setja þetta svona pínu í samhengi. Ég hef kosið að kalla
sem sagt rannsóknin í heild sinni fjölskyldan á Hofstöðum. Og það út af því að það eru svona ýmsar vísbendingar sem benda til þess að þetta fólk sé líffræðilega skylt. Það eru auðvitað með þessa elstu garða, rosalega snautt var með þetta, ég get alveg ráfað eins og ég vil. Hugmyndin með þessa elstu garða að þeir hafi aðalega þjónað þeirri jörð, þar sem kirkjan stóð, þjónað Hofsstaðajörðina, hugsanlega einhver nágrannabæjum. En við erum líka með ég gerði rannsókn á slitgigt í fullorðna fólkinu og þar mikil merki ættgenga slitgigt sem bendir til þess að fólkið sé tengt og svo doktorsnemi við Háskólann í Kaupmannahöfn sem hefur tekið DNA-sýni og hann hefur sýnt fram á að innan kirkjans hann bara með 10 einstaklinga en í þeim hópi eru systur og móðir þeirra. Þannig að við erum með ágæta vísbendingum að þetta fólk sé skylt. Þannig að svona fókusin á rannsóknina á þessu fólki svona út frá því að þetta sé fólk sem er líffræðilega skylt og þó þetta mikilvægt að innan rannsóknar fjölskyldu að skoða börnin. Rannsóknir innan fornleifafræði á börnum eru þannig séð tiltölulega nýlegar. Það svona upp úr 1990 þegar kynjafornleifafræðin, gender archaeology, byrjar að þá fer fólk að horfa meira til barnanna, en í rauninni svona rannsóknir þar sem snúa svona atbeini barna, eða agency barna, að ekki bara horfa á börnin sem einhvern svona static hlut sem voru ekki þáttakendur í samfélaginu, að þær rannsóknir fara í rauninni bara birtast svona upp úr 2000 og þetta eitthvað sem við viljum svolítið horfa á með rannsókninu á Hofstöðum, að horfa á alla í þessari fjölskyldu sem svona virka þáttakendur í samfélaginu. Annað sem mikilvægt að hafa hugann við þegar maður að skoða bein og þá sérstaklega börn það sem vísar það sem kallað beinafræði þversögnin sem uppruna sinn í Grein eftir Wood og fleiri sem kom út 1992, The Osteological Paradox og það henni snýrað þeirri þversögn að það sem við erum að gera að nota dáið fólk til þess að segja eitthvað líf þeirra. Og þetta, það sem á sérstaklega við þegar við erum að skoða börn það sem við kallað selective mortality sem lítur að því að þegar við erum að skoða dáin börn úr samfélagi þá geta þau aldrei í rauninni verið svona sammerk fyrir þau börn sem voru lifandi. Börnin sem lifðu, auðvitað eru fullorðin og þau eru þarna sem þessir fullorðna einstaklingar í garðinum. Þannig að við verðum að vera mjög meðvituð það að það sem við erum að reyna að gera að nota börnin sem dóu til að segja eitthvað líf barna. Annað sem mikilvægt þetta aldur. Við notum þetta í mannabeinafræði og fornleifafræði tölum við aldur, en maður þarf að vera svolítið meðvitaður hvað maður meinar þegar maður tala aldur. Þú getur að vera að tala krónológískan aldur sem bara eitthvað tímatal sem við notum til þess að telja frá því að við fættumst, vikur, mánuðir, áratugir, misseri. Svo það líffræðilegur aldur og það í rauninni bara þroski og svo vöxtur og þroski og svo hrörnun líkamanns. Svo það þetta félagslegur aldur og það eru þessi svona félagslegu heiti sem við notum. Ef ég tala við ykkur unga barn eða táninga eða gamalmenni þá vitið þið nokkurn veginn hvað ég á við, en við getum auðvitað ekki gefið okkur að þetta myndi hafa sömu merkingu þarna þegar Hofsstaðakirkjan var notkun. Þannig að í dag, það sem ég í rauninni að tala er líffræðilegur aldur sem til þess að auðvelda skilning settur yfir í krónológískan aldur, þannig inn í svona krónológíska aldursflokka. Ég þarf með ekki að segja að allir þeir sem ég tala börn í dag hafi verið álitin börn á þeim tíma sem þau lifðu. En við skellum okkur aftur þetta. Ef við horfum svo á aldursdreifinguna af þessum 94 börnum, ég ákvað að skella fullorðna fólkinu með. Þá sjáum við dreifingin, börnin eru hér, það einhver börn ógreind, á þessu svona eldri en 1 árs og það sem ég að tala hér eru allir sem eru yngri en 18 ára. Það sem svona áhugaverðast við þetta línurit að
það lítur svona nákvæmlega út eins og línurit yfir þá sem hafa dáið í svona samfélagi ætti að líta út. Við sáum áðan það var svona okkur neginn jafn dreifing á körlum og konum og svo það sem við sjáum hér hátíðni ungbarnadauða, en þú svona lifir það af, að þá eru líka að þú lifir þannig að þú verður háaldraður 45 ára eða eldri. Það sem sagt mjög erfitt að lífaldursgreina fólk sem svona yfir 45 ára aldur, þannig að við tölum oftast svona eldra en 45 ára, en í þessum hópi eru þó nokkrir sem eru augljóslega töluvert eldri en 45 ára. Hvað ætla ég að segja næst? Prófum bara að sjá hvað gerist hérna. Já, hérna, eins og ég sagði, þá sem sagt langstærsti hópurinn af börnunum falla í þennan yngri en 6 mánaða flokk. Og þetta eitt af vandamálunum af þessum 94, segði það ekki, þá eru 75 yngri en 6 mánaða. Og þá komum við einu svona vandamálinu sem ég er að díla við, og í rauninni því yngri sem þú ert, því auðveldara að greina lífaldur. En ég er svolítið að vinna í því núna að reyna átta mig á hversu nákvæmlega ég get sett þessa einstaklinga í minni flokka. Og þá það bæði aðferðlega pælingar og líka varðveislupælingar. Hvernig ég díla við þá sem eru illa varðveittir versus þessum vel varðveittir og þá þau einkenni sem ég hef. Þannig ég vonast til, af því að þetta svo stór hópur, að geta kannski þrengt þennan ramma einhver tíman. Hins vegar mjög augljóst að rosalega margir af þessum eru nýburar. Þetta eru nýfædd börn. Ekki mikið eldri en kannski mánaðagömmul. Þá þetta hérna spyrir maður sig fyrsta spurningin af þeim einstaklingum erum við þá að horfa á börn sem að fæddust andvana eða börn sem lifðu og dóu mjög fljótlega. Við hérna sjáum það allavega eitt fóstur og við sjáum engan svona mun á því hvernig börnin eru greftruð og ég fer svolítið út þegar eftir, þannig að það er eitt utangarðsbarn, eitt nýburi sem er greftraður fyrir utangarð. Á þessum tíma þá átti ekki að greftra óskýrð börn innan garðsins og líkurnar eru með við að það er bara eitt barn fyrir utangarð að þau hafa ekki fylgt þeirri reglu neitt ítarlega. Það eru svona histológískar aðferðir til þess að reyna að sjá það hvort að barn hafi lifað og ég mun ekki vinna svoleiðis rannsóknar á þessu stigi en það er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga að gera í framtíðinni. En við erum þó með merki sem sagt mjög ung börn sem í rauninni ég þurfti að nota aðferðir til þess að lífaldursgreina fóstur sem hafa lifað. Og eitt af því það eru 3 tilfelli það sem er viðbeinsbrot og það er mjög algengt að börn viðbeinsbrotni í fæðingu og við erum með 3 tilfelli hér, þetta er viðbein og nýfæddu barni sem er brotið og það er nýbeinamyndun í kringum brotið, þannig að brotið hefur gróið, þannig að þetta er barn sem hefur fæðst og lifandi og lifað, já, líklegast einhverjar vikur. Þannig að við horfum á þennan hóp, þennan stóra hópa þeim sem eru þannig undir 6 mánaða aldri og svona gefum okkur það sem við getum auðvitað ekki gert alveg 100% að þetta sé svona stöðugt samfélag, að þeir sem við erum með í garðinum séu allir þeir sem lifðu og dóu á hofstöðum á þeim tíma sem garðinum var í notkun, sem var svona, við getum auðvitað ekki alveg 100% gefið okkur, að þá ungbarnadauði og þá ég að tala í þessu tilviki þá þeir bara dauði undir 6 mánaða, svona 40-45%. Aftur ef ég næ að þrengja þennan aldursramma eitthvað þá getur svo mynd aðeins breyst og hérna erum við með svona þær elstu tölur sem við höfum, þetta frá Ólafur Garðarsdóttur í Saving the Child. Þá sjáum við að svona toppurinn hérna svona tæplega 35% landið í heild sinni. Við vitum auðvitað að það voru ýmis landsvæði þar sem að ungbarnadauði var mun hærri. Í Vestmannaeyjum þar sem var mikið stífkrampa, þá var hann hátt í 50%. Þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að taka með í dæmið.
Eitt sem mjög sláandi við að horfa á þessa mynd og sem að maður kemur upp í hugan á mér allavega strax þetta sem svo frábær mynd á, þetta bókarkápan á bókinu hennar Ólafar. Að sem sagt svona það hættulegasta sem við gerum að fæðast. Og sem sagt það næsta hættulegasta sem við gerum að hætta á brjósti. Og þetta brjóstamjólk rosalega mikilvæg fyrir unga barnið og verndar það gegn alls konar sjúkdómum. Þannig að ef þú ert sem sagt í umhverfi þar sem að næring slæm og aðstæður slæmar þá býst maður við að sjá sem sagt háa ungbarnatíðni og svo aftur annan topp það leyti sem konur hætta með barn á brjósti. Sem sagt kringum 2 ára aldur ekki óalgengt. Við þetta sjáum það ekki á Hofstöðum. Við sjáum ekki þennan hætta með barn á brjósti tíma. Það getur þetta þýtt að börnin voru ekki á brjósti. 18. og 19. öld var ekki vaninn að vera með börn á brjósti hér. Við vitum þetta ekkert hvernig það var á þessum tíma. Það getur verið að séu að hætta með börnin á brjósti fyrir 6 mánaða aldur, þannig að þarna topparnir 2 séu bara saman í þessum undir 6 mánaða aldurshópi. Eða það getur þýtt að í rauninni ástandið var það gott að það var engin aukin dánartíðni þegar börnin hættu á brjósti. Eitt af því sem við erum að gera núna að gera ísótóparannsóknir og það í vinnslu, þannig ég get ekkert sagt ykkur niðurstöðurnar og erum sem sagt að skoða alla 100% sem sagt sýni að horfa mataræði og eitt af því sem við skoðum sem sagt N15 og það gefur okkur hugmynd hvar í fæðukeðjunni þú ert og eitt af því sem við ætlum að gera við það að sjá hvort við getum séð sem sagt brjóstagjöf. Ef að börnin voru á brjósti þá ættu þau að vera hærra í fæðukeðjunni heldur en mæður þeirra og ef við sjáum svo eitthvað staðar eitthvað drott þá bendir það þess sem sagt á þeim tíma sem þau hættu. Þannig að vonandi kom eitthvað tíman rosalega spennandi niðurstöður það. Ég man ekki aldrei hvað næst, þetta svona rosalega spennandi fyrir mig. Já, auðvitað eitt af því sem við getum líka skoðað bara sem sagt hvernig börnin voru greftruð og hvernig kirkjugarðurinn var nýttur. Og hérna erum við búin að skipta, ég segi alltaf við, þetta ég, sem sagt yngri en 6 mánaða börnin eru hérna ljósgræn, hálfsárs til 1 árs eru gul og svo eldri 1 til 18 eru rauð. Og ef við horfum á þessi yngstu börn þá mjög augljóst að það verið að þau eru langflest greftruð hérna sem sagt austan við kirkjuna, austan, þegar ég segi austan þá meina ég sunnan, þetta. Og virðist vera sem sagt svona 2 þyrpingar hérna. Hvað þær tákna veit ég ekki, en aftur þegar ég get farið að horfa á aldursdreifinguna, ef ég get séð það, við getum farið að horfa á mataræði, þá möguleiki að það gefa einhverja vísbendingar. En það augljóslega svona frátækinn staður í garðinum fyrir börnin. Þið hvort þið sjáu þarna eina utangarðsbarnið. Hún hér. Pínulítill. Hún var sem sagt grafin, gröfin hallaði undir kirkjugarðsvegginn, þannig að það var gert eins vel að reyna að koma gröfinni inn undir vegginn og trúlega í þá vígða mold. Það líka öll börnin, sem sagt, svona helmingur fullorðna á Hofstöðum eru greftarar í kistu, en nánast öll börnin og það mjög augljóst þegar þau eru lögð til og sem sagt hérna gengið frá þeim svona ástúðlega. Þannig að og eins og ég segi, alveg hægt að gefa sér það í þessum hópi hljóta að vera hérna óskýrð börn og andvanafædd börn. Það líkurnar á því að þau hafa all fæðslífandi eru mjög takmarkar. Núna ætla ég aðeins að fara að tala rannsóknina Liz Jeffries, hún sem sagt skrifaði mastersritgerð börnin bæði frá Hofstöðum og í Kjeldal við Háskólann í Sheffield 2011 segi. Og eitt af því sem að hún skoðaði var kyngreining barna. Það í rauninni sem sagt kyngreining fullorðins er tiltölulega einfalt, en það sem stjórnar sem sagt mununum á körlum og konum er testosterón. Þannig að í svona stálpari börnum þá ekki hægt að greina kyn út frá beinum,
en í sem sagt nýburum að sem sagt fóstur framleiða, sem sagt karlkyns fóstur framleiða testósterón. Og sú framleiðsla hættir bara strax við fæðingu. Þannig að það eru sem sagt pælingar það að ef þú ert með nógu stóran hóp af nýburum að þá getur hort á sem sagt einhverja dreifingu á mun í mjaðmarspaða og hérna séum þetta sem sagt karlkyns og kvenkyns einkenni í mjaðmarspaða nýbura og sem sagt ýmsar mælingar sem hægt að gera til þess að sjá einhverja dreifingu í hópnum og ef þú sér svona 2 toppa þá hægt að gefa sem sagt pælingin svo að það sýni kyn. Og þetta það sem að Liz gerði við Hofstadar-Beinin og hún notaði 4 mismunandi aðferðir, sem sagt mælingar aðferðir, staðla til þess að áætla kyn. Og hérna svona bara úrval af niðurstöðum frá henni eftir mismunandi aðferðum. Sjáðu hérna þá bendir til þess að af þeim sem hún gat kyngreint þá hafi 51% verið stúlkur og 35% drengir og þessar niðurstöðu hérna sem sagt því lengra hingað í þess áttina þá líklegra að það séu konur eða sem stúlkur og sem sagt niðurstaðan sú að allar 4 aðferðir sýndu fram á sem sagt fleiri stúlkur en drengi. Og svona rannsóknir hafa oft verið nýttar til þess að færa rök fyrir svona infanticide, sem sagt að stúlkur hafi frekar verið bornar út eða sem sagt fólk hafi verið að losa sig frekar við stúlkubörn heldur en drengi. En það sem Liz gerði næst var að nota smá statistík í fornleifafræði, ég alltaf við hérna. Og í rauninni setja allar rannsóknirnar saman og þegar hún gerði það sem sagt og í rauninni gróflega séð í rauninni tók bara þær niðurstöður þar sem allar voru sammála, þá kom í ljós að þetta var í rauninni aðferðafræðileg skekkja og þetta alltaf óljóst, þetta hérna ljósritað upp úr ritgerðinni hennar, en það sem við höfum áhuga á hér eru sem sagt þau unga börn sem hún gat örugglega kyngreint og þá í rauninni er þetta nokkuð jafnt. Það aðeins fleiri drengir en stúlkur en það lítill munur og það ekki marktækt. Þannig að þarna sem sagt kemur í ljós að þessi kyndreifing innan hjá sem sagt unga börnunum virðist vera bara nákvæmlega það sem maður myndi búast við. Eitt af því sem að hún gerði líka var að gera það sem heitir life tables og það að nota sem sagt safnið til þess að áætla lífslíkur innan hvers aldurshóps. Þannig að hérna erum við með hérna mismunandi aldursflokka og sem sagt nota til þess að áætla sem sagt hverjar lífslíkurnar eru þegar innan hvers aldurshóps. En eitt sem hægt að nota svona töflu líka til þegar þú setur saman við tíma sem að kirkjan var í notkun, að áætla sem sagt þann fjölda sem garðurinn þjónaði hverju sinni. Og niðurstöður þessari rannsókn benda til þess að þetta séu svona sem sagt sóknin sem að Hofstadar þjónar séu svona eitthvað staðar þannig milli 11 og 16 manns sem svona gæti vel rímað við þessa hugmyndum að garðurinn hafi þjónað Hofstöðum, hugsanlega nágrannabæjum. Þegar ég búin að greina allt þá förum við í þessa útreikninga aftur. Þetta auðvitað bara byggir á söfnunni eins og það var 2011. Svo komum við svona vandamálaflokkinu minn og þetta er raunin það sem ég að vinna í núna og það sem sagt meinafræði og sjúkdómagreiningar. Eldri hópurinn, sem sagt þessi 1 til 18 ára, þar erum við með 15 einstaklinga pluss mínus, nú man ég ekki tölunar. Þannig að það er svolítið spurning hvað verður mögulegt að segja þann hóp sem heild. En við getum þó einhverju leyti hort á einhver svona einstök tilfelli, svona case studies og bara svona sína dæmi það sem við erum að horfa á hér. Þetta sem sagt 18 til 13 ára gamalt barn, 8 til 13 ára seg. Hann líklegast svona kringum 10 ára sem með merki með einhverja mjög mikla sýkingu sem hefur þá grasserað í einhver tíma.
Og þegar við erum að horfa á sjúkdóma, þá erum við oftast að horfa á einhverja langtíma sjúkdóma. Sem sagt, beinin þurfa langan tíma til þess að bregðast við sjúkdómnum, þannig að þú þarft að lifa með sjúkdómin í einhver tíma til þess að merki sjáist sjúkdómin á beinunum. Og það sem við erum að horfa á hér sem sagt mjög viðtæk nýbeinamyndun. Þannig að þetta sem svona grátt hérna alls staðar, ég nota bara prekið áfram. Hérna erum við með mjaðmarspaða. Og þetta svona, ég setti þetta dæmi upp aðalega því að þetta svona með varðveittu beinagrindunum, en við getum samt séð ýmislegt, þannig að þessi gráa hérna nýbeinamyndun á mjaðmarspaða, hérna á lærlegg, hérna á upparlegg, á öln, og þetta í rauninni út allan líkamann. Það svona ekki hægt að útiloka berkla eða jafnvel holdsveiki, en í flestum tilvikum þá svona sýking bara stafílokokkasýking sem hefur komist út í blóði, þannig að líkindum eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta svona dæmi, stakt dæmi þar sem við getum horft á eitthvað svona langtíma sögu þessa barns, að þetta barn hefur verið með þessa sýkingu í eitthvað góðan, svona dágóðan tíma, allavega einhverja mánuði áður en það lést. Við sjáum líka hérna á Hofstöðum í sem sagt barnasafninu dæmi svona einstaka atburði. Þetta sem sagt barn sem hefur verið 2 ára sem hefur sem sagt höfuðkúpu brotnað og látist. Þess að engin merki að brotið hefði gróið. Við erum að horfa hérna á hnakkabeinið, þannig að sem sagt mænan hefði komið hér upp. Og þetta líklegast brot sem verður að því barn fellur aftur fyrir sig og rekur hnakkan í. Þið sjáu það alveg, þetta brotið hérna og svo hefur komið sprunga hérna sem hefur náð alveg inn að mænu. Það engin önnur merki neina áverka hjá þessu barni, þannig að við getum svo lítið sagt aðstæður sem svona verður, en líklegast bara sem sagt barn sem hefur látist af slysförum. Þannig að stundum erum við að horfa á snöggan, stuttan atburð og stundum erum við að horfa á einhverja langtíma þætti. En þar sem við erum þetta aðalega bara með mjög ung börn, aðalega börn sem líklegast eru yngri en 2 mánaða þó þau fallin í þannig, þá nú í flestum tilvikum kannski ekkert mikill tími sem sagt fyrir barnið að sýna einhverja breytingar. Og annað sem við erum að díla við með þessi ungu börn að ég þarf líklegast ekki að segja foreldrum að börn þau stækka í taka svona vaxtakippi. Það svona 10% af tímanum eru börn að stækka, oftast eru börn ekki að stækka. Þau taka svona tímabil þar sem þau stækka og þá verður mikil nýbeinamyndun þegar börn að stækka. Og þegar við erum að greina sjúkdóma, að þá eitt af því sem við erum að horfa á nýbeinamyndun og það flækir sem sagt greiningu á sjúkdómum í þessum yngstu börnum að sem sagt greina á milli barn sem hefur sem sagt látist á vaxtarskeiði og barn sem hefur sem sagt verið með sjúkdóm. Og þetta svona eitt af því sem ég rosalega mikið að reyna að vinna mig í gegnum núna. Það sem maður myndi kannski helst vera svona að leita eftir á þessum ungu börnum einhvers konar merki hörgulsjúkdóma, einhvers konar næringarskort. Og við sjáum það alveg. Það þetta barn sem hefur verið með beinkrömm, sem sagt D-vitaminskort og D-vitamin þetta mikilvægt í upptöku kalsíum og sem sagt fosfór og sem sagt ef að líkaminn fær ekki nóg af því þá verða beinin mjúk og ef þú fær D-vitaminskort eftir að þú ert farin að ganga eða skríða þá svigna beinin, en barn getur líka fengið, getur fæðst með D-vitaminskort, ef það ekki fengið nú D-vitamin í móðurkviði og það sem við sjáum þá að það verður svona trompetlögun á endunum og beinunum og þið verður bara að trúa mér að því ég gera það fyrir enginn hérna vanur að horfa á. En við erum hérna með upphamsleggi og hérna alnir og hérna erum við með viðbein sem hafa líka sem sagt hafa í rauninni svona rest úr þeim, maður myndi búast við að sjá aðeins meiri sveigju. Þannig að ég setti hérna svona teikningu, þannig að sjáið hérna
munið þar sem við erum að horfa á hvaða svona eins og endin á trompeti þarna. Maður í heilbrigðu barni myndi maður vilja sjá þessa enda eins meira rúnaða. Þannig að þetta að öllum líkjum barn sem hefur fæðst með D-vítamínskort. Annað sem við erum komin á aðalhöfuðverkið minn og það skyrpjúgur eða C-vítamínskortur. Og C-vítamín nauðsynlegt til þess að kollagenmyndunin sé heilbrigð og ef það ekki, þá veldur sjúkdómurinn blæðingum undir beinhimnu sem veldur mikilli nýbeinamyndun. Og þá aftur komið þetta vandamál með annars vegar hvenær barnið bara að stækka og hvenær sjúkdómseinkenni. Það eru margar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu og ákveðnir staðir sem við horfum á til þess að greina merki skyrpjúg í börnum og þetta sérstaklega í höfuðkúpunni. Neðst í neðst á hnakkabeininu og beinunum sem mynda neðstu hlutin á höfuðkúpunni. Í gómnum, það þetta mikil hætta ef það einhver áreiti á góminn að það orsaki blæðingar. Og þetta það sem ég er búin að vera að vinna í núna og niðurstaðan eins og hún hjá mér akkurat núna annarkvort eru allir með skyrpjúg eða engin eða sumir. Og það sem ég hef ákveðið að gera að ég hef bara myndað allar þau bein þar sem býst við að sjá nýbeinamyndun sem til dæmis hérna. Þetta í rauninni neðsti parturinn af hnakkabeininu. Hérna það sem mænan myndi koma út. Þetta allt svona skráningarmyndirnar mínar sem að ég tek viljandi ekki með skala af því ég tek þær bara síman minn og svo freistast ég alltaf til að nota þær til birtingar eða að skala á þeim. Þannig ég tek þær svona aðeins of vondar til þess að birta þær svo ég fari aftur og taki almennlega birtum. En þeir fá bara að sjá hérna. En þessi miði hann svona stór. Þannig að við erum að horfa á hérna pínulítil bein. Þannig að eitt af því sem við erum að horfa á nýbeinamyndur hér neðst á hnakkabeininu. Hérna dæmi það sem mjög mikið og hérna svona dæmi það sem mjög lítið. Og sjáum hvernig þetta svona holótt og svona hrjúfbeinamyndun. Hérna nýbeinamyndun, við erum að horfa upp í góminn, sjáum hérna tanngarðurinn hér og við sjáum rosalótt nýbeinamyndun hér fremst í gómnum. Og hérna dæmi það sem mjög lítið, þannig að það sem ég að vinna núna bara að mynda þetta allt og reyna að horfa á einhvern skala og reyna að sjá hvort ég get leyst úr þessu með því að vera með bara, þegar ég byrjaði þá tók ég bara myndir af því sem ég taldi að væri örugglega skyrpjúgur og svo þegar ég var komið með 70% skyrpjúg þá sagði nei, ég þarf að hugsa þetta aftur. Þannig að já, þetta eitt af því sem ég veit ekki hvar ég enda með þetta en við hérna erum svona vinna í þessu. Þannig að, en hins vegar það sem ég ætla að enda á eru niðurstöður sem ég fékk bara nýlega og það frá henni Cecilia Collins sem nýbúin að verja doktorsritgerð við háskólann í Reading, held ég sé ekki að ljúga. Hún var að skoða sýkingu í kinn- og ennishólum og í eyrum, eyrnabólgur. Og þetta eru svona, ef beinagrindin vel varðveitt, þá þetta eitthvað sem ég sé ekki með berum augum, þannig hún gerði þetta með því að vera með svona endoskóp, litla myndavél sem hún gat stungið inn, þetta inn í eyrun og í sömu tilvikum þá fékk hún að bora lítið gat til þess að komast inn í kinnhólurnar og ennishólurnar. Og hérna svona dæmi þá sjáum við rosalega mikil nýbeinamyndun hérna inn í eyranu sem bendir til sýkingar. Hún skoði ekki bara Hóstaði, hún var hérna með Keldudal, Þjórsárdal, Skriðuklaustur. En það sem maður rekur augun í strax, þegar við horfum á þessa, hún með aðeins, hún með frá fæðingu til 1 árs. Þar skoðaði hún 59 einstaklinga
og af þeim eru sem sagt 44% með sýkingu í eyrum. Hún fann í rauninni ekkert sýkingu í kynhólum, en þarna einhver vísbending að það sé einhver sem sagt, þarna eitthvað sem að hafa áhrif á þessi börn, einhver sýkingaráhrif sem að gæti útskýrt þá þessa háa tíðni ungbarnadauða sem við erum að sjá. Sem ég segi, hún er há miðað við seinni aldir, en við höfum engar upplýsingar hvað væri eðlilegt á þessum tíma. En Cecilia kemur hérna, hún búin að lofa mér að skrifa kafla í Hofsstaðabókina þegar hún kemur út, og þegar hún kemur sem sagt hérna í sumar þá ætlum við nú að setjast saman niður og skoða þetta, en þetta svona það mest spennandi niðurstöðu sem ég hef fengið nýlega, sérstaklega því ég búin að vera í algjöru kaosi og veit ekkert hvað að gerast með þessar stórsæðarannsóknir. Þið sjáið sem sagt fjöldana sem eru hérna frá hinum stöðunum, það er við þessar 59 sem eru hér, þá eru 4 og 2 og enginn, og svona, þannig að þetta valla samanburðarhæfar niðurstöður, en það sem við stefnum þá að gera svolítið að horfa á þessa einstaklinga í svona tengslum við þessar nýbeinamyndanir sem gætu tengst skyrpju, og svo aftur þessa nákvæmari aldursgreiningu til þess að reyna svona að leysa svolítið úr því hvað í gangi þarna. Og þá held ég að ég sé bara búin.